Komið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla kaflann ályktunartölfræði í tölfræði frá grunni og við ætlum að fjalla tilgátupróf. Markmið okkar í tölfræði er ofboðslega oft að geta fullyrt einhverja eiginleika sem að breytnar okkar hafa. Það getur verið með eitthvað gæðaeftirlit, að passa upp á að hlutfall þeirra sem þurfa blóðgjöf eftir aðgerð sé ekki hærra en 40%. Við getum verið að prófa hvort að hvíldarpúls minnki eftir sem fólk stundar meira líkamsrækt eða athuga breytileika bíógesta og sólarhringa og viljum fullyrða að það sé ekki sami fjöldi bíógesta sem kemur eftir hver vikudagur er. Slíkar fullyrðingar eru oftar en ekki jafngildar því að lýsistærðir sem við reiknum út frá breytunum hafi einhverja tiltekna eiginleika. Og þessar fullyrðingar eru svo prófar með því sem eru kallað tilgátupróf. Og hugmyndafræði tilgátuprófa er eftirfarandi. Að fyrst setjum við fram einhverja tilgátu sem lýsir sem við viljum sýna fram á og svo setjum við fram einhverja aðra tilgátu sem lýsir hlutlausu tilviki. Tilgáta mín gæti til dæmis verið að kennarar drekki meira kaffi heldur en annað fólk. Og tilgáta sem lýsir hlutlausa tilvikinu væri þá að kennarar drekki bara jafn mikið kaffi og annað fólk. Það sé engin munur þar. Svo er fundin einhver lýsistærð sem hefur þekkta líkindadreifingu í hlutlausa tilvikinu. Það er að segja í kaffitilvikinu þá vil ég finna einhverja lýsistærð sem ég veit hvernig á að haga sér ef að það væri engin munur á því hversu mikið kaffi kennarar og annað fólk drekka. Og þessi lýsistærð, það er þá prófstærðin okkar. Og þessi lýsistærð, sem við vitum hvaða líkindadreifingu hefur, að þar sem við vitum hvaða líkindadreifingun hefur, þá getum við reynt að skilgreina einhver gildi sem ósennileg og raun og veru sem ósennilegar en öðru gildi. Við förum nánar í þetta allt á eftir. Við viljum reyna að finna út hvaða gildi á prófstærðinni eru ósennileg miðað við líkindadreifingunni í hlutlausa tilvikinu. Og við getum strax sagt okkur, ef að kennarar drykkju jafn mikið kaffi og annað fólk og svo myndum við gera tilraun og við myndum kanna kaffidrykkju 100 kennara og kaffidrykkju 100 einhver annarra starfsmanna og kennarar myndu drekka 5 bollum meira að meðaltali, þá myndu kannski hugsa, það er nú svolítið ósennilegt að fá þessa niðurstöðu að það muni 5 bollum á meðaltalinu upp á kaffidrykkju á dag ef að það væri ekki munur. Það er svona hugmyndafræðin, þannig að við viljum finna út hvar liggja mörkin, hvenær erum við farin að fá ósennilega niðurstöður ef að hlutlausa tilviki er satt. Ef að við svo fáum eitthvað gildi sem við erum búin að skilgreina sem fellur undir það sem við köllum ósennilegt gildi, þá höfnum við tilgátunum hlutlausa ástandið og fullyrum tilgátunum sem við viljum sýna fram á. Ef að við sýnum fram á eins og þetta, það væri engin munur á kaffinu sem að kennarar og aðrir drekka, við mælum miklu meiri kaffineyslu hjá kennurum heldur en hinum, og þá sögum við það sem við gerðum ráð fyrir að kaffineysla væri svo sama hjá kennurum og öðrum, það getur ekki staðist. Þá fullyrði ég fyrir fullyrðinguna sem væri að það væri munur að kennarar drykkju meira kaffi heldur en aðra starfsstéttir. Þetta er raun og veru svona við getum kannski hugsað þetta sem tvöfalda neitun. Ég vil sýna fram á eitthvað, þá byrja ég að finna hvernig ef það er ekki og sýnir svo að þetta ekki tilvik sé ósatt og þar af leiðandi sé það sem ég vil sýna fram á rétt. Og svona ganga í raun og veru allar ályktanir í tölfræði meira og minna fram og tilgátupróf eru alltaf gerð með þessari aðferð. Og taki eftir því að ef útkoman er ekki það sem við köllum ósennileg, þá fullyri ég ekki neitt. Þá fullyri ég ekki að það sé engin munur, heldur bara ég segi mér tókst ekki að sýna fram á og það væri munur. Og við förum betur í það líka síðar af hverju við gerum það. Þessar tilgátur sem ég var að tala tilgátur sem sýna fram á það sem ég vil sýna fram á og önnur tilgáta sem lýsir hlutlausu ástandi,
þær hafa formleg nöfn og tilgátan sem að lýsir hlutleysisástandinu, hún er kölluð núlltilgáta. Núlltilgáta er einhver fullyrðing sem við getum afsannað með fyrirliggjandi gögnum, en við sönnum hana aldrei. Og hún er yfirleitt táknuð með H0. Og í kaffidæminu mínu þá væri núlltilgáta mín að meðal kaffineysla kennara væri sú sama og meðal kaffineysla annarra stétta. Gagntilgáta, það er hins vegar sú fullyrðing sem við viljum staðfesta með rannsókninni. Og við getum sannað hana ef við reynum að afsönnum hana ekki. Við gætum fullyrt að kennarar drykkju meira kaffi heldur en aðrir, eða það væri munur á kaffineyslu eftir starfsstéttum. Og við raun og veru, við afsönnum það ekki og þessi gagntilgáta er annaðhvort táknuð H1 eða HA, svona yfirleitt. Tilgátupróf hafa líka það sem eru kallaðar áttanir. Það eru annars vegar einhliða próf og hins vegar tvíhliða próf. Einhliða próf horfa alltaf bara í eina átt. Þar viljum við fullyrða annaðhvort að eitthvað sé stærra eða þá að eitthvað sé minna. Það eru tvær gerðir af tilgátuprófum. Ef ég myndi bara vilja fullyrða að kaffineysla kennara væri meiri en kaffineysla annarra stétta og myndi ekkert skoða neina aðra möguleika, þá verður að gera einhliða tilgátupróf. Tvíhliða próf leyfa okkur að hins vegar að fullyrða að þetta sé annaðhvort stærra eða minna. Segjum svo að ég væri alveg sannfærð að kaffineysla kennara væri meiri en annarra stétta, en svo myndi ég framkvæma rannsókn og það kæmi upp úr dúrnum að raun og veru drykkju kennara minna kaffi heldur en aðrar starfsstéttir. Ef ég hefði stillt þessu upp sem einhliða prófi, þá hefði ég ekki getað komist að þeirri niðurstöðu og dregið þá ályktun. Ég hefði þurft að gera það með tvíhliða prófi. Tvíhliða prófi, ef ég setja rétt upp, þá gæti ég bæði fullyrt að, þá gæti ég hvort heldur sem væri. Fullyrt að kaffineysla kennara væri meiri, ef að niðurstöðan væri svo, eða fullyrt að hún væri minni, ef að niðurstöðan væri svo. Ef ég geri einhliða próf og byrja að ákveða að ég vilji bara geta fullyrt að kaffineysla sé meiri, þá get ég ekki fullyrt að hún sé minni, alveg sama hversu drastiska niðurstöður ég fengi.